Komið þið sæl. Það lítil át á óveðrinu hjá okkur og það í raun ekki fyrir miðjan dag og eftir miðjan dag á morgun sem við getum sagt að það sé nú svona gengið hjá í bili. En viðvaranir hafa verið uppfærðir yfir í gult og appelsínugult og við förum nú betur yfir það á eftir, en við skulum líta hér á stóra yfirlitskortið hjá okkur til að byrja með og við sjáum að lægðin sem olli veðrinu hjá okkur núna seinnipartinn að hún hérna vestur af landinu og næsta bylgja sem kemur í fyrramálið að hún býður hér suður í hafi. Hæðin yfir Bretlandseyjum er svo sem að í raun beinir þessa brautina. Þetta eina leiðin sem komast hérna norður úr og við erum akkurat í línunni. En þróunin þá í kvöld, nótt og á morgun er þá á þessa leið að við sjáum hann að koma hérna upp í fyrramálið og hún fer nánast yfir norðvestanvert landið og hæðin skríður svona í átt að Skandinavíu svona hægt og rólega, en við tekur í raun mun minna veður og svona svolítið svona kannski órólegt en þá engin óveður í framhaldinu. Á hitasviðinu hins vegar þá sjáum við þennan hlýja loftmassa sem fór hérna yfir í dag og það kólnar og það dregur aðeins úr vindi í nótt, þannig það dregur aðeins niður í hitanum, en svo kemur þessi bylgja inn, en við sjáum að hún skilur eiginlega Vestfirði og hluta Breiðafjarðar eftir, þannig að þeir fá mun minni hlýindi heldur en restin af landinu, en það geta bæði verið kostir og gallar fólk niður í því. En staðan á miðnætti er þá þessu líka, við erum bæði með rauðar viðvaranir og appelsínugula viðvaranir býsna víða á landinu og þær fara nú að tínast úr hér vestan til á svona þegar það líður á kvöldið. Þessi á Breiðafirði og svo eru rauðar hérna allra austast hérna fram á nóttina, en svo dettur hún niður í appelsínugult þegar það líður á, þannig að svona eins segja þá dregur dálítið úr vindi í nótt og sömuleiðis úrkomunni hérna sérstaklega hérna þá suðvestan til. En í fyrramálið hins vegar þá hefur við hvesst aftur frá lægðinu. Við sjáum hér í lægðamiðjuna hérna suðvestur af Reykjanesi og það eru konar rauðar viðvaranir mjög víða, nema það verður þá líklega appelsínugul vindaviðvörun á Suðausturlandi og á Breiðafirði, nema þetta gildir aðalega hérna inn til landsins, Snæfellsnes og Barðaströnd sleppa nú líklega mestuleyti við vindinn, en á móti kemur þá fá þeir ekki þannig hlýindi sem við fáum hérna austar á landinu og þannig að úrkoma verður þá í slittuformi á láglendi, en þarf nú ekki að fara nema kannski 50-100 metra upp á við áður en við komum í snjókomu. En þegar líður á daginn þá fara þessi skil allhratt til austurs og þegar hér komið í sögu seinnipartina þá raun eingöngu eftir ein appelsínugul vindaviðvörun á Austfjörðum og hún dettur út klukkan 19, en á öðru leyti er þá komið mun skaplegra veður þó að sé strekkingsvindur og svona fara að kólna það mikið, þetta orðið slittuél eða él og það svo sem þróunin út nóttina, en síðan á föstudag að þá stefnan á að það verði smá skilabakki hérna austast sem gefur einhverja snjókomu, kannski að hangi rigningu á Höfn, en hérna vestan til hins vegar verður þetta svona rigningsslitta snjókoma. Þetta svona, það hleypur á gráðu til eða frá hvaða úrkomutegund við fáum nákvæmlega, en aftur á móti orðið þurrt víða fyrir norðan og vestan. Á laugardag svipað upp á teiningunum, það svolítill vindstrengur hérna norðvestan til og eimir ennþá af úrkominu hérna allra austast, en annars þetta einhver smá él í vestlægri átt og ekki tiltökumál. Það sumstaðar bjart fyrir norðan og sérstaklega kannski eins og á Blönduósi og í Bolungarvík ef að spár ganga eftir. En á sunnudaginn hins vegar þá erum við komið með næstu lægð og það ágætt svona strekkingsvindur, allt hvassvindur og rigning og farið að hlýna aftur. Hins vegar verður meira og minna þurrt og ágætt sveður fyrir á norðaustur og austurlandi og þar mun hlýna svona þegar að líður á sunnudaginn. En þetta geti síðan verið staðan svona næstu dagana þar á eftir að sjá miðað við langtímaspár í dag að það verði áfram suðlægar áttir og fremur milt eitthvað fram í vikuna allavega. En við skulum þá byrja því að enda því að líta hér á korti í fyrramálið. Það þetta kröftuga lægðakerfi hér með gríðarlega mikilli úrkomu, víða appelsínugular og rauðar viðvaranir, nema þá að Vestfirðir sleppa alveg frá viðvörunum á morgun. En við látum þetta þá gott heita í bili. Verið þið sæl.